Þú er bara velkomin á þennan kynningafund raunfærnimat. Ég heiti Edda Jóhannesdóttir og ætla að fara yfir það með ykkur núna bara hvað raunfærnimat út á hvað það gengur og síðan svona næstu skref eftir fundin. Nú, ef við rifjum aðeins upp hvað raunfærnimat við höfum verið með raunfærnimat hérna síðan 2007 í iðngreinum og raunfærnimat í raun og veru leið til að meta þá þekkingu og færni sem einstaklingar hafa öðlast í gegnum starf sitt. Einnig getur viðkomandi hafa öðlast reynslu og þekkingu í skóla eða námskeiðum eða í frítíma. Nú, tilgangur raunfærnimats að gera þekkingu og hæfni sýnilega með því að meta hana á áreiðanlegan hátt og það það sem við erum að gera í raunfærnimatinu og þetta ekki afsláttur af kröfum hæfni og þekkingu, mikilvægt að það komi fram líka. Nú, raunfærnimatið miðar að því að meta reynslu sem einstaklingur hefur í sinni iðngrein og það verið að finna út hvar einstaklingur staddur í námi samkvæmt námskrá. Við erum alltaf að meta samkvæmt núgildandi námskrá í hverri grein fyrir sig og við erum í raun og veru að staðsetja einstaklingin út frá hans þekkingu og hæfni sem hann hefur öðlast og staðsetja hann inn í námskrána, bara á réttan stað. Nú, þetta möguleg stytting á náminu og við leggjum áherslu á það þessi möguleg stytting og flestir náttúrulega fá eitthvað metið sem að fara í gegnum matið og örugglega bara allir sem hafa farið í gegnum matið hafa gert það. Og síðan þetta svo sannarlega leið til að hvetja einstaklinga til þess að ljúka námi. Þarna fær fólk verulega oft á tíðum verulega gott start til að fara inn í skólana og mjög gott til að svona ýta fólk á stað áfram til að ljúka námi sem hefur setið á hakanum og hafa svo sannarlega margir gert það. Við hafa nú þegar farið 2500 manns í gegnum raunfærnimati hjá okkur og mjög margir hafa síðan farið alla leið og lokið sínu námi. Nú, inntökuskilyrðin hjá okkur í raunfærnimati 23 ára eða eldri og þá erum við að miða í raun og veru við árið, þar að segja við miðum ekki við afmælisdaginn heldur árið, þannig að þeir sem verða 23 ára þessu ári, þeir geta sótt Síðan líka þarf fólk að hafa 3 ára starfsreynslu í viðkomandi iðngrein. Þessi starfsreynsla þarf ekki að vera samfelld, heldur þarf þetta að vera samtals 3 ár úr greininni. Og þetta má vera 3 ár á síðustu 10 árum eða 20 árum eða hvað sem Þetta þarf bara að vera samtals 3 ár. Og það þarf að staðfesta þessa starfsreynslu með opinberu gögnum. Það að segja annarkvort lífeyrissjóðsyfirliti eða skattframtölum og það þarf að koma fram sem sagt, hver það sem að greiða viðkomandi aðila laun. Þannig að við sjáum það að þetta sé fyrirtæki úr viðkomandi grein sem einstaklingurinn launþegi hjá. Nú, margir líka í iðngreinunum verktakar á eigin kennitölu og það allt í lagi líka. En þá þarf kennitalan að vera tengd inn í viðkomandi grein. Það að segja ef þetta raunfærnimat segjum bara í húsasmíði þá þarf þetta að vera virðisaukanúmer í viðkomandi grein. Samsagt í byggingagreinum með eitthvað slíkt. Nú, þær greinar sem við erum með til mats núna voru 2021. Það nú þegar hópar sem hafa myndast í nokkuð greinum sem hægt verður að byrja á fljótlega. Og það byggingagreinar, húsasmíði og múrinn og síðan við með bíliðngreinar, bifvélavirkjun, bifreiðasmíði og bílamálun og vélstjórn. Nú, fleiri greinum ætlum við að bæta við og fer það svolítið eftir hvað verður mikið eftirspurning hverju grein fyrir sig. Þannig að við hvetjum ykkur sem eruð í öðrum greinum heldur en þessum sem ég var að telja upp að hafa samband við ykkur og skrá ykkur hjá okkur og skila gögnum sem fyrst vegna þess að það fer svolítið eftirspurn eftir sem hóparnir verða stærri þeim meiri möguleika að greinin fara á stað. Nú, síðan við með nokkra fámennari greinar sem við höfum verið að meta jafnóðum
og með fámennari greinum á ég þá við greinar það sem ekki kannski mikil eftirspurn í hjá okkur. Við erum kannski að meta nokkar þannig á ári og náum ekki að safna í hópa, þannig að við metum það jafnóðum og það getur verið greinar eins og til dæmis grafísk miðlun, prentarar eða eitthvað slíkt. Og síðan það þannig í raunfærnimatinu erum við eingöngu að meta faggreinar, við erum ekki að meta almenna greinar eins og íslensku, stærðfræði eða tungumál. Það allt áfangar sem að allir verða að taka bara í framhaldsskólanum. Margir hafa nú þegar lokið þessum greinum eða einhverjum hluta af þessum greinum og þá nýtist það bara alveg áfram. Þannig að endilega skoðu það hvort þið hafið klárað eitthvað af þessum greinum. Við erum líka í mörgum greinum að meta námssamningin eða sem sagt vinnustaðanámið þar sem að þarf að uppfylla líka í iðngreinum. Þannig að þær allar nánar upplýsingar það fáið hjá náms- og starfsráðgjafa þegar þar að kemur, hvort það sé í raun og veru raunfærnimat í námssamningi í viðkomandi grein. Mér langar kannski að hvetja ykkur svona til að því það hefur örugglega ekki heyrst áðan í byrjun kynningar en að senda inn spurningar inn á spjallklukkan sem hægra megin við kynninguna. Þannig að endilega senda inn spurningar bara leiðar vakna hjá okkur í kynningunni og síðan mun ég svara þeim bara öllum eftir í lok kynningar. Myndbandi kemur síðan líka inn á heimasíðuna hjá okkur og verður textað hjá okkur líka. Nú almennar upplýsingar, þeir sem skrá sig í raunfærnimati, það fara allir í viðtal til náms- og starfsráðgjafa og núna erum við að bjóða upp á rafræn viðtöl. Við höfum ekki verið að bjóða upp á viðtöl á staðinu vegna COVID, þannig að við erum að bjóða upp á rafræn viðtöl, annarkvort símtal eða þá fjarfundi gegnum Teams. Þið getið óskað eftir öðru hvoru þegar þið sendið okkur inn línu. Þáttakendur sem vilja skrá sig, þeir fara inn á iðan.is, /raunfærnimat/ráðgjöf eins og kemur þarna fram og fylla þar út form, rafrænt form og þar sem þeir óska eftir að haft verið samband við þá eftir fundin eða vilja skoða raunfærnimatið nánar. Líka hægt að senda póst á ráðgjöf@iðan.is og hringja í síma 590 64 00 og óska eftir náms- og starfsráðgjafa. Ef þið skráið ykkur hins vegar rafræna formið að þá munu náms- og starfsráðgjafinn yður að hafa samband við alla sem skrá sig í framhaldinu svona á næstu dögum. Gefum okkur nokkra daga til að vinna úr því. En það verður haft samband við alla sem skrá sig. Þannig endilega skráið ykkur þarna inn og óskið eftir að haft verið samband við ykkur og fyllið út formið. Nú, ef við förum aðeins yfir ferlið að því að þetta ákveðið ferli, raunfærnimat ákveðið ferli sem tekur ákveðin tíma og þessu ferli fylgjum við alltaf og það sem sagt þetta hefst með kynningafundinu sem núna. Síðan eftir fundið að þá fara þeir sem hafa áhuga að halda áfram að safna gögnum. Og þau gögn sem þarf að safna eins og ég sagði áðan, það sem sagt staðfesting á vinnunni og vinnutímanum að það þá annarkvort lífeyrissjóðsyfirlit eða skattframtöl þar sem kemur fram hver það sem að greiða laun og hver sem er launþeginn. Og þegar búið að safna gögnum að þá viðtal hjá náms- og starfsráðgjafa og í viðtalinu þá verið að fara yfir bara gögnin sem að búið að senda okkur hérna inn. Það verið að fara í hvað fólk búið að vera að vinna við, reynslu, hvað fólk hefur tekið í skóla og svo framvegis. Bara farið yfir svona ferilinn hjá viðkomandi aðila og ef viðkomandi aðili uppfyllir síðan skilyrði inngöngu í raunfærnimatið að þá fer hann í næsta skref þar sem færnimappa búin til og færnimappa samanstendur annars vegar af svona formi af ferilskrá sem að þáttakendur fylla út í og hér svona sýnishorn af henni. Þetta í raun og veru bara svipað og ferilskrá þar sem að þáttakendur að fylla út bara hvar þeir hafa verið að vinna, hvaða vinnustaðar hvaða tímabil svona sirka og síðan lýsing á þeim verkþáttum sem þeir hafa verið að sinna í vinnunni.
þarf svo sem ekki að fara ofan í nákvæmlega ofan í hvern einasta verk sem unnið heldur svona sirka hvað hefur verið að gera. Færnimappan inniheldur einnig gátlista, þar sem búið að búa til gátlista úr öllum faggreinum sem eru til mats í hverri grein fyrir sig. Og þar fylla þáttakendur út sjálfsmat og hérna sjáum þið dæmi gátlista sem í byggingagreinum, þar sem áfangi sem heitir framkvæmdir og vinnuvernd og þarna í raun og veru bara búið að taka niður hvaða sem að fólk þarf verið að kenna í þessum áfanga og hvað fólk þarf að kunna. Þarna fer fram sjálfsmat þar sem að fólk metur sig bara inn í kassana þar sem einni lítil þekking og uppi 4 sem mikil þekking og ef fólk að meta sig svona þokkalega, það kunni áfanga svona þokkalega, að þá alveg til þess að fara í matsamtal og fara yfir þennan áfanga í því samtali. Ef hins vegar fólk metur sig bara til dæmis í þessum áfanga, það kunni bara mjög lítið, það hefur mjög lítið verið að sinna þessu í sinni vinnu, að þá þetta áfangi sem mjög líklegt að viðkomandi þurfa að taka í skólanum. Nú, í ferlinu síðan, eftir að færnimappan búin til og henni skilað inn og eftir því sem að það unni bara fljótar, þeim fyrr kemst fólk í næsta skref sem matsviðtal og þar hittir þáttakandinn matsaðila, annarkvort 1 eða 2 matsaðila sem eru að fara yfir gátlistana eða sjálfsmatið þar sem að þáttakendur búin að meta sig, fara yfir og í raun og veru kanna hvort þekkingi sé til staðar. Það verið að spurja bara hvernig fólk gerir hlutina varðandi hvern áfanga fyrir sig. Og ef að matsaðila telja að viðkomandi kunni áfangan, svona sirka helmingin af honum, að þá hann metið inn í skólan. Og þegar ég tala sirka helmingin, þá það vegna þess að í skólakerfinu, þá þarf eingöngu að fá 5 í áfanga til þess að hann sé staðinn. Þannig að hið sama gildur raunfærnimati þó við séum ekki gefa einkunnir, heldur bara M í staðinn fyrir metið, að þá hérna þetta svona sirka viðkomandi kunni, svona sirka helmingin áfangum eða svona aðalatriðin sem kennd eru. Nú eftir matsviðtal að þá liggja fyrir niðurstöður og yfirleitt það kynnt fyrir þátttakendur bara svona í lok matsviðtalsins, þannig að þátttakendur fara frá okkur með einhverja niðurstöður, svona bráðabirgða allavega, og síðan farið yfir, eru náms- og starfsráðgjafar sem hafa samband við alla þátttakendur og fara yfir niðurstöðunar og hver næstu skref eru, hvar námi kennt, bæði faggreinar og almennagreinar og hvernig hægt að taka námi og svo framvegis. Nú síðan að skrái fólk sig bara í skóla og það gert ráð fyrir að fólk geti hafið þá skóla næsta haust, en það þarf að skrá sig kannski í vor ef maður ætlar að sækja fyrir næsta haust. Og þannig að fyrir liggur að þau þurfa allir að fara í skóla eftir raunfærnimat. Það raun og veru enginn sem að fer í gegnum matið og fær allt metið, heldur alltaf einhver skóli eftir raunfærnimati. Það bara mismunandi hversu mikið það bara með við bara hversu mikið hver og einn fær metið. Nú matsviðtalið, eins og ég fór í áðan, að það þarf færnimappan að vera tilbúin fyrir matsviðtalið. Matsviðtalið fer fram yfirleitt á vinnutíma og það annarkvort hérna hjá okkur eða í fjarfundi á Teams og núna undanfarna mánuði þá höfum við verið að taka það eingöngu í Teams vegna COVID og við munum vera með það þannig til að byrja með, allavega meðan að við erum ennþá með ákveðna reglur varðandi það, þannig að þá höfum við tekið það í Teams. Það hefur gengið bara mjög vel og bæði fyrir þáttakendur og matsaðila, þannig að það ekki því til fyrirstöðu að gera það og þrátt fyrir að fólk hafi ekki Teams í tölvunni sinni, þá getur það alveg tengst okkur inn á Teams fundi fyrir matsamtöl. Og þetta samtal á milli fagaðila og þáttakanda. Og ég vildi ekkert verklegt, þetta kannski aðalega þá kannski að sýna einhverja teikningar eða eitthvað slíkt.
Nú, kostnaður í raunfærnimati, að það er þannig að markhópur raunfærnimatsins er fólk sem sækist eftir að ljúka námi úr framhaldsskóla. Og þeir sem hafa ekki lokið námi úr framhaldsskóla, þeir greiða ekkert fyrir raunfærnimatið. Þeir sem hafa lokið námi úr framhaldsskóla, öðru sveinsprófi, stúdentsprófi eða sambærilegri menntun, greiða fyrir raunfærnimatið og er það gert samkvæmt verðskrá Fræðslumiðstöðvar atvinnulífsins. Þar er grunngjald krónur 152.000 og verð per metna einingu er 3.100. Þeir sem hins vegar greiða endurmenntunargjald til iðunar, þeir greiða 49.000 krónur fyrir allt matið. Og þeir sem eru að greiða endurmenntunargjöld, það eru þeir sem eru að greiða í sjóði sem eru tengdir okkur og þá fer viss hluti af þeirra endurmenntunargjaldi hér inn til okkar. Þannig að margir eru félagsmenn hérna hjá okkur nú þegar, en þeir sem eru ekki félagsmenn og greiða ekki endurmenntunargjald hingað inn til okkar, að þeir geta sótt fræðslustyrk til síns stéttarfélags. Og það er mismunandi eftir stéttarfélögum hversu mikið er endurgreitt. En við hvetjum alla til þess að hafa samband við sitt stéttarfélag til að kanna bara rétt sinn og hversu mikið er hægt að greiða niður. Nú næstu skref hjá þeim sem að vilja taka þátt, það er að safna gögnum, það er að segja lífeyrissjóðsyfirliti eða skattframtali, námssamningur í greininni, ef viðkomandi hefur lokið námssamningi, að þá eru þeir samningar sem að voru gerðir hér eftir árið 2000, þeir eiga að vera til hérna hjá okkur í iðunni. Hins vegar þeir samningar sem eru eldri en það, þeir eru til í menntamálaráðuneytinu og það þarf að hafa samband þangað og óska eftir að námssamningunni sé sendur til þeirra. Nú ef þið hafi verið að taka einhver námskeið sem tengjast faginu og gætu mögulega nýtt ykkur í matinu, þá endilega finnið þið þau gögn til líka. Síðan í framhaldinu þá hafa náms- og starfsráðgjafar hérna samband við ykkur og við þá sem að skrá sig inn á iðan.is/raunfærnimat/ráðgjöf. Og hérna endilega sendið okkur línu þar inn og hafið samband við okkur bara sem fyrst. Nú eftir viðtal hjá náms- og starfsráðgjafa, ef við förum aðeins yfir það, þá er verður færnimappan gerð, síðan er matsviðtalið, síðan er niðurstöður og síðan er skólinn. Þannig að þetta er ákveðið ferli sem við fylgjum. Nú er við lokið kynningunni og þá vil ég bara gjarnan fá spurningar frá ykkur. Endilega sendið inn spurningar ef að þið eru með inn á hérna fjarfundin þar sem er þarna til hliðar og ég mun bara svara þeim eftir sem að þær berast. Sjá, hvort þessi komið eitthvað hérna. Verður eitthvað farið yfir efnið á ensku, spyr hérna einhver. Já, það verður textað hjá okkur efnið og ágætt að fara yfir það að þeir sem eru ekki íslenskumælandi og vilja koma hérna í raunfærnimat, þeir eru hérna að sjálfsögðu velkomnir. Raunfærnimat hins vegar, við eigum eingöngu gátlistana til á íslensku, við eigum þá ekki til á erlendu tungumálum nema kannski einhver örfáa en það er í flestum tilfellum hægt að tala ensku í matsviðtölunum. Þannig að bara endilega þið sem eruð ekki íslenskumælandi en hafið huga að fara í raunfærnimat, hafið samband við okkur. Hins vegar er það svo að í framhaldinu þegar skólinn byrjar þá er skólinn eingöngu kenndur á íslensku
Þannig að það er mjög gott fyrir fólk að vera búið að æfa sig töluvert í íslenskunni ef það hyggst hefja nám næsta haust. Svo er hérna spurning, sem sagt, ef maður hættir í framhaldsnámi áður en maður útskrifast, þá á maður ekki að þurfa að borga fyrir raunfærnimati. Nei, maður þarf ekki að borga fyrir raunfærnimati ef maður hefur klárað, ef maður hefur ekki lokið námi úr framhaldsskóla, stúdentsprófi eða einhverju sambærilegu eða sveinsprófi, þá þarf ekki að greiða neitt fyrir raunfærnimatið. Svo kemur hérna sem sagt næsta skref er að ná sér í upplýsingar frá lífeyrissjóði eða skattaskýrslu og senda það svo á ykkur. Það er Hreinn Pétursson sem spyrir því. Já, Hreinn, endilega bara hafðu samband við lífeyrissjóðinn. Það er líka hægt að fara inn á mínar síður, annaðhvort hjá skattinum eða lífeyrissjóðnum sínum og nálgast þar upplýsingar sjálfur og senda okkur. Það þarf bara að passa að það komi fram eins og frá lífeyrissjóðnum stundum með fólk að taka skjáskot af þessum yfirlitum sem eru hjá lífeyrissjóðnum á mínum síðum. Það þarf bara að passa að komi fram hver er launagreiðandinn og hver er launþeginn. Þannig að við sjáum það alveg skýrt. Þannig að endilega gera það. Gísli Vilhjálmsson sá að fæjumann var ekki fyrir valinu en gott að hafa samt allt tilbúið og geti komið því til skila strax eða bíða með gögnin. Gísli, endilega hafðu samband við okkur og óskaði eftir viðtali. Eins og ég var að fara yfir áðan að þá erum við að safna í hópa í öðrum greinum og það fer svolítið eftir hvaða grein fer á stað eftir hvað safnast í hópana. Þannig ef þú vilt taka þátt í raunfærnimatinu, endilega hafðu þá samband við okkur og skila þeim gögnum af því að það í raun og veru hjálpa til að kannski þín grein fara á stað. Þannig bara endilega senda okkur línu og senda okkur gögn. Síðan spyr Einar Pétursson eftir að hafa farið í gegnum raunfærnimat og svo klára það áfanga í skóla sem þarf að taka, þarf að ljúka starfssamningi líka. Já, það þarf alltaf að gera það að ljúka starfssamningi. Það er svolítið mismunandi eftir greinum hvort hægt sé að meta eitthvað aftur í tíman ef að viðkomandi gögn berast, hvort hægt sé að fara í raunfærnimat á námssamningnum. Þannig að við skoðum það bara í raun og veru hverja grein fyrir sig. En það þarf alltaf að uppfylla allan hluta námsins að því námssamningurinn er hluti af í raun og veru náminu, að þá þarf alltaf að uppfylla það alveg hreint eins og það þarf líka að uppfylla að taka eins og íslensku og ensku og svoleiðis, að þá þarf alltaf að taka líka uppfylla starfssamningin. En við skoðum það hvort hægt sé að meta hann annaðhvort í raunfærnimatinu eða þá að meta aftur í tíman ef nægilega gögn berast með því. Það er bara hvert tilfelli skoða fyrir sig. Helgi Haraldsson spyr, ég var búin að senda á skattinn, þau vissu ekkert hvað ég verið að biðja. Er hægt að nálgast þetta annars staðar? Sko, það er hægt að nálgast þetta hjá lífeyrissjóðnum ef það hefur verið greitt aðrir lífeyrissjóð hjá viðkomandi fyrirtæki. En það álíka hægt að fara líka inn sjálfur bara og ná í þetta á skattinum bara inn á mínum síðum. Það er hægt að geta nálgast sjálfur skattframtölin þín bara með rafrænum skilríkjum. Þannig en skatturinn á alveg að kannast við það að þeir gefa út skýrslu, eða sem sagt afrita af skýrslum. Við fengjum oft afrita af skattskýrslum aftur í tíman. En það er svona kannski, meira maus fyrir viðkomandi að þá þarf að fara í skattin og sækja það. En var það allavega síðast í viss en flestir geta farið inn á mína síðu með rafrænum skilríkjum og sótt þetta þangað. Hreinn Pétursson spyr sem sagt síðustu 3 ár eða er nóg að taka skjáskot af þegar maður byrjar að vinna og til dæmis frá september til desember. Sko, það er bara gott að senda alveg rúmlega 3 ára. Þeir stundum vantar inn í þetta, 1 og 1 mánuð inn í þetta og þurfa ekki endilega að vera síðustu 3 ár, mega bara vera hvaða 3 ár sem uppfylla þennan tíma. Þannig að það er mjög gott að senda kannski aðeins meira heldur en minna því að það er svona í gegnum tíðina við séð það að það er oft sem að vantar kannski
einn mánuð inn í ferilinn, þannig að það er mjög gott að senda bara aðeins meira en það. Ef það er ekki fleiri spurningar, að þá, eins og ég sagði áðan, þá bara hvet ég ykkur til þess að senda okkur eða hafa samband og óska eftir að náms- og starfsráðgjafi hafi samband við ykkur. Og þau getur fyllt út þetta form sem inn á iðan.is, inn á raunfærnimatssíðun okkar og eða hringt í okkur eða sendt póst á ráðgjöf@iðan.is. Og þá bara þakka ég kærlega fyrir. Bless.